Ja, frábær sigurinn í dag. Hver fyrstu viðbrögð eftir leik? Bara virkilega góð. Ótrúlega ánægður með strákarna einhvern veginn að já, byrja leikinn náttúrulega frábærlega. Við náttúrulega fáum nokkuð færi hérna og gerum vel. Þetta er allt sem við erum búin að tala um svona síðustu viku, já, svona bara kannski mánuði, síðustu 2 mánuði. Við erum búin að fara að vinna eftir einhverju formi hjá okkur og leikstíl og fleira, og mér finnst það búið að vera stígandi í okkar leik og mér fannst svona þetta vera okkar besta leikur hérna á tímabilinu og klálega eitthvað sem við erum búin að reyna að bæta frá síðustu leikjum, og mér fannst að gera vel í dag og bara virkilega sterkt að vinna ÍR á þessu stað sem þeir eru á. Fyrri hálfleikur það besta sem við séð frá þínu liði hingað til? Já, við gerum þetta virkilega vel, bara létum boltann ganga vel, vorum að fara í þessu svæði sem við viljum að tekka já, það skorum bara virkilega góð mörk, ólík mörk, en þetta er akkurat það sem við erum að bjóða upp á. Það er mikið af ólíkum sóknarækjurum sem við viljum fara eftir og mér fannst við gera það virkilega vel í dag. Þeir eru 4 mörkum yfir í hálfleik, hver eru skilaboðin? Hvað er tilfinningin þín að þetta sé komið þá? Nei, þetta er alltaf aldrei komið, það er nú bara þannig. Þetta er samt flókið þegar þú ert komið með svona mikla forystu í hálfleik að reyna að halda einhvern svona motivationinu áfram, og við gáfum mikið í fyrri hálfleik, við sáum það, við vorum mjög þreyttir síðustu 10 mínútur fannst mér og fáum þetta svona skýta marka á okkur út af einhver þreytu, þar sem við vorum ekki nægilega nálægt mönnum. En við bara, reyndum að halda áfram og við náum náttúrulega 5-0 markinu sem er náttúrulega virkilega gott, en við fáum náttúrulega líka fleiri tækifæri til að skora fleiri mörk, en það hefur verið gaman fyrir sérstaklega þá sem kom inn á að hafa nýtt þau tækifæri, nýtt þau færi til að koma sér í markaskorunni líka. Pirrandi að fá þetta mark á sig? Mjög, virkilega, bara mjög pirraður á því, en maður getur ekki beðið allt í þessu lífi. Nú er þetta, þeir eitthvað liðið vel á heimavelli, haldið áfram góðu gengi hérna, hvað er það? Það er bara the magic of kórinn, það er bara þannig. Nei, okkur líður vel hérna, ég meina við æfum vel hérna og við þekkjum hérna hvernig er að spila hérna og við getum spila okkar leik hérna, og ég meina það er nú hvergi betur en Íslandi heldur en að vera inn í kórnum á svona dögum eins og meiri núna á þessu íslenska sumri, að við getum spilað henni í logni með blautu gervigrasi og í 23 gráðum hita, þannig að þetta gerist ekki betra sko. Ég ræddi við eftir leik Gróttu og þá talaði við að þið verðið í erfiðleikum með að tengja saman sigra. Það tókst loksins í dag. Já, við náttúrulega byrjum mótið á 2 sigrum, en það er rétt, það er búið að vera svona smá svona hvað ég segja, svona smá við erum svona óstöði með alltaf reynda Íslandskorunni, við erum veldig óstöði, og það er eins og ég sagði við þá líka með framistöður fannst mér, en mér finnst nú bara að vera góð stígandi í þessu eins og sjást inn í dag, og í síðustu leikjum er búin að vera bara mjög góðir og all tölfræði hefur sýnt það líka, að við erum að gera það sem við viljum gera og við erum klálega á réttri leið með þetta lið. Ég skilst að þessi leikur hafi átt að fara fram vikuna fyrir Vestló, af hverju við vorum flýtt? Það er bara út af því að það var bara búið að ákveða þessi leikur átti að vera þriðjudag fyrir þjóðhátíð, eins og við köllum vestmanningar fyrir Vestlandshelgi, en hann var sem færður 1 dag, en ég var nú búinn að gefa leikmönnum 5 daga frí yfir Vestló, þannig að það var nú erfitt að færa hann fram að það sem var búið að gefa frí og fleira, og þetta er einhver mjög stór lúppa sem fer í gang, ekki út af okkur heldur út af bikarleiknum hjá náttúrulega Fylki og Aftureldingu, þar sem þeir komust bæðilinn áfram í undanúrslit bikar. Og þetta lausn sem bæðilið voru sátt við? Já, ég meina við þurftum bæði að samþykkja þetta og við gerðum það, þannig að það virkaði þá. Takk fyrir. Takk fyrir.